Rúnar, 2-1 sigur á móti Leikni, hvernig svona líður með þetta? Ja, mér líður óbúslega vel. Það var frábær leikur, 2 lið sem voru að spila flottan fótbolta og mikið hraði, mikið af færum og fannst við kannski vera töluvert betra liðið fyrri hálfleik en ég held að færaskiptingin hafi verið mjög svipuð. Þeir áttu góð færi fyrri hálfleik líka. En svo jafnast út í síðari og við urðum að vinna. Þeir sigla líka sjó þarna og hafa svona eitthvað að tapa og byggðum með 2-3 menn oft frammi og svona gerði okkur erfitt fyrir. Þannig að þetta var óbúslega skemmtilegur leikur og mjög stressandi. En sem betur fyrir þá dróðum við lengsta hálmstráið í restina og Kristinn kemur inn og klárar hann leik fyrir okkur á frábæran hátt. Mikið léttir að klára þetta? Já, mikið léttir. Mér finnst leiknisliðið frábært. Mér finnst þeir búin að vera gaman að horfa á undanfarna leiki. Með mikið possession. Þeir eru að reyna að spila skemmtilega fótbolta. Þeir hafa kannski ekki verið að skora mikið í undanfarna leikjum. Það náttúrulega búin að missa sinni markaskorara. En ég er búin að skora 1 mark í síðustu 5. Svo skoraði þeir 1 í dag, þannig að þú veist, það fór ansi langt með að ná í allavega 1 stig hjá þeim, það er jafnvel 3, en við sem betur snerum þessu við og sýndum mikið karakter og vilja og við vorum þreyttir, það búið að vera erfitt, við vorum í COVID í sótkví í 6 daga og við höfum ekki dæft og 2 leikir á 4 dögum var alltaf mikið fyrir okkur en við komum mjög sterkir út af því. Var alltaf planið að setja hitta inn á í seinni? Nei, það var nú aldrei planið. Við bjuggumst svo við að Gretar yrði þreyttur og þungur þegar myndi líða á því að hann er vanur að leika miðvörð og það er aðeins minni hlaup og við tókum eftir því á Skaganum á miðvikudaginn að hann var orðinn ofboðslega þreyttur þegar leikurinn var að klárast og eftir leik var hann slappur og við áttum svo sem ekki vona því að hann myndi klára 90 mínútur í dag þannig að fínt að Kitty var kominn tilbaka. Öflugur hægri fótur? Hann er með gríðarlega góðan hægri fót og hann hefur skorað og fá mörki með honum bæði í leik og æfingu en Kristinn er frábær leikmaður og er okkur ofsalega mikilvægur og dýrmætur og hann, ég meina við erum fyrirgefið frá hægri og hann er mættur inn í sem vinstri bakvörður þannig að það er bara geggjað að sjá hann mæta þarna og meðan að balansinn á liðinu í lagi þá er alltaf leið fyrir hann að fara inn í. Getur greina að setja hann aftur inn á í næsta leik bara? Nei, við skulum sjá, við höfum núna góðan tíma á næsti leikur það eru rúma 2 vikur í það þannig að við þurfum að ná að æfa vel og koma okkur í betra stand eftir þessa pásu sem við lentum í og vera tilbúin í síðustu 3 leikinn í september. Stefán Árni var búinn að eiga fína leik og tekur hann út af hverju tókst hann út af? Hann var örlítið að kvarta, hætt svo við eftir smástund en mér fannst hann bara búinn að missa boltan allt of oft, allt of einfaldlega og kennum þreytu og ég vildi bara fá eitthvað nýtt blóð inn og breyta þessu taktík, fá Óskar yfir og vinstri löppina sína og sækja vinstri vænginn. Setti alla inn og setti alla í meiri breidd þannig að við reyndum að stækka völlinn þannig að við vorum búin að vera að þrengja okkur dálítið inn á miðjuna allan leikinn þannig að við vildum fá meiri breidd og það skilaði sér held ég því að við áttum miklu fleiri fyrirgjafir þegar leið á núna í restina og mörgum kom eftir slíka sóknir þar sem við komum boltanum inn í þannig að það held ég að þetta hefnast allt ágætlega hjá okkur. Theodór Elmar átti mjög flottan leikinn á miðjunni, er þetta hans besti leikur núna eftir endurkomu? Já, hann er bara búinn að vera svona í öllum leikjum, hann er stórkostlegur leikmaður og hann var alltaf að tapa bolta, hann vinnur mikið á boltum og svo hleypur hann meira en allir hinn leikmennir ef við teljum kílómetrana þannig að hann er alveg ótrúlega flottur. Hvort var það gaman eða erfitt að sjá Hjalta í leiknistreyfinu á Káravelli? Það er hvorki gaman eða erfitt, ég meina þú veist, menn verða að finna sér eitthvað vettvangi hæfi og ég er virkilega ánægður að hans spila í leikni en þú veist, það er bara munur á, með allri virðingu fyrir leikni þá er smá munur á Kára-leikni hefur verið gegnum tíðina, kannski svo við sjáum í dag það er að stytta spilið töluvert og Hjalti átti erfitt með að fóta sig okkur og komast í liðið og fá mínútur og ég skil hann vel að vilja fara og breyta og fá mínútur og gegja ef hann fær þær í Pepsi-deildinni þannig að ég gæti ekki veitt það þó að ég hafi viljað stundum en það er bara stundum þarf maður að velja betri leikmann eitthvað sem gerir aðra hluti fyrir mann en Hjalti en Hjalti er gríðarlega góður karakter og huglegur strákur, hann æfði alltaf óbúslega vel og var samur og við erum náttúrulega bara stoltir af því að eiga hann í leikni. Hvernig svona líst þér á toppbaráttuna fyrir lokaleikina? Þetta er spennandi, búin að vera mjög spennandi, það er búin að vera mörg lið að berjast þarna uppi og þetta er búin að fara dálítið fram og tilbaka og það er bara frábæri leikir framöndan. Nú veit ég ekkert hvernig hinni leikirnir fóru í dag eða hvernig er enda í kvöld þannig að við skulum sjá í kvöld hvernig þetta þróast en maður sýnist Blikarnir vera að fara að sigla þessu heim en þeir eru náttúrulega að spila á all þannig að þú veist Valsmenn geta aftur blanda sér inn í þetta og Víkingar eru á fínu skriði þannig að þú veist ég meina við þurfum held ég sem minnst ágjör því við erum mest ágjör af okkur sjálfum og reyna að halda áfram að sækja stig og sjá hvort það skil okkur einhverju sæti sem við erum sáttu við.
Takk fyrir þetta, Rúnar.